Það búið að spá ansi illa og leiðilegu veðri en já, þið létu ykkur hafa og það var greinilega þess virði að taka 2 stig hérna. Já, við búum bara á Íslandi, það er bara, ef það er slæmt veður, það er bara slæmt veður. Þú lætur ekkert svona veður á því að halda eða þið Fjölnismenn? Nei, þetta er bara fjör. Maður er vanur þessu að norðan, keyra í einhverjum skarenningi og hefða blint, það er bara gaman. En að leiknum, frábært 2 stig, hvernig eru svona þín fyrstu viðbrögð eftir þennan leik? Bara stoltur af strákunum, mættum mótleiti, mér var Selfyssingarnir mjög grimmir til að byrja með og voru að taka mjög fast á okkur og það kannski stuða, held ég, mína menn svolítið í byrjun og missa Svenna út var náttúrulega svolítið vont en við náðum að standa það vel á okkur, spilum samt mjög góða vörn og erum að þjálfa upp fleiri þrista fyrir 6-0 og það er greinilegt að okkur er að takast ágætlega með það sem að gekk á í kvöld. Ja, þið takið núna Selfoss 2 í þessari viku, það má segja að það sé nokkuð stöðuleiki á eitthvað liði svona eftir því sem við byrjaði að líða á tímabil. Já, mér finnst við vera að bæta okkur svona jafnt og þétt og erum að fá inn líka menn og meiðslum eins og Kristján Hodnamann og við og Mattías inni líka ennþá. Og jú, mjög gott að vinna báða þessi leiki, við erum sem alveg geta að tapa þeim líka, Selfoss er með mjög flott lið þannig bara er þetta sport. Var ykkur leikmaður hérna sem spilaði í kvöld sem þú ekki þjálfað því að nú varstu lengi á Selfossi? Nei, ég held ekki. Nei, jú, ég þjálfaði aldrei 97 strákuna. Já. Þannig að já, það er einhverjir, já. 1-1. Já, ég kendi þeim í grunnskóla, það kannski kemur í staðinn. Já, einmitt. En hérna með framhaldið svona með hvernig staðan er núna þá eru þið jafnir Selfoss og Stjarnan fyrir ofan hinn 2 liðin. Já. Hvernig svona leggst svona framhaldið í? Framhaldið bara eins og venjulega, ég er alltaf bjartsýnn, þannig að það er bara 2 leiki eftir fyrir jól og það er Þróttur næst og þeir hafa verið að bæta sig og spila flott, enda með mjög góðan þjálfara og það er erfitt að spila við þá. og svo er að KR en sjálfsögðu ætluðu okkur 4 stig þar en það er ekkert hlaupið að því í þessari deild, það er bara eins og búið að koma í ljós þú vinnur ekkert leiki bara með því að mæta. Nei, þessi deild er nú búin að koma mörgum óvart þetta tímabil, mörg lið virðast allir geta unnið alla á góðum degi. Já, ég held bara líka það eru svona nokkri leikmenn milli 20 og 30 og jafnvel eldri sem eru komnir inn aftur sem eru í Mílunni og eru í Há og jafnvel í Káin eins og núna Arnar Jón að koma tilbaka þannig að það bara svolítið það eru leikmenn sem hafa tekið út líkamlegan þroska það er fullt af leikmenn í kvöld sem eiga það ennþá eftir í báðum liðum þannig að líkamlegur styrkur hefur oft mikið að segja þannig að þau lið geta farið ansi langt á því og er að gera það. Þarfst þú að keyra heim núna yfir heiðina tilbaka? Nei, við komum á langferðabíl þannig að mér er svo leiðilegt að keyra þrátt fyrir ég sé frábær ökumaður finnst mér að leiðilegt þannig að það er mjög gott að koma bara allir saman í staði fyrir að einhverjir 2-3 séu fastir einhverstaðar og eitthvað svona rugl. Færð þú að stjórna tónlistinni á leiðinni heim? Nei, ég held að hver og einn sé bara með eitthvað í eyrunum sko. Þannig að vasadisko eða eitthvað. Bestu þakkir.